Hvað eru blóðdemantar? Blóðdemantar eða átakademantar eru skilgreindir sem hrádemantar sem eiga sér uppruna á átakasvæðum. Ágóði þeirra er síðan notað til þess að fjármagna ofbeldisverk af hálfu skæruliðarhreyfinga eða hryðjuverkasamtaka sem vilja ráðast gegn lögmætum ríkisstjórnum. Umræðan blóðdemanta er ekki ný af nálinni, en það var ekki fyrr en að kvikmyndin Blood Diamond kom út árið 2006 að augu margra opnuðust fyrir þessu vandamáli. Staðreyndin er sú að blóðdemantar eiga sér langa sögu að baki og hefur ágóði þeirra oft verið notaður til þess að fjármagna uppreisnir, hryðjuverk og kosta milljónir manna lífið, þá sérstaklega í Afríku. Ríkisstjórnir, fyrirtæki og mannréttindasamtök heim allan hafa reynt að stöðva sölu slíkra demanta en oft með misgóðum árangri. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Í lok 19. aldar keypti breski auðjöfurinn Cecil Rhodes demantríkt land í Suður Afríku og árið 1888 stofnaði hann De Beers, fyrirtæki sem er enn starfrækt í dag. Ernest Oppenheimer, sem var formaður De Beers á 4. áratug seinustu aldar, gjörbreytti síðan starfsemi fyrirtækisins með sérstakri einokunarstefnu. Hugmyndin var að takmarka flæði demanta inn á markaðinn og þar með stjórna bæði framboði og eftirspurn. Seinna meir ákvaða sonur hans, Harry, að flytja starfsemi De Beers til Bandaríkjanna og í áratugi keyrði fyrirtækið öfluga markaðsherferð með auglýsingastofunni NWIR. Slagorðið demantur er að eilífu kom einmitt úr þessari herferð og með því að jafngilda demantum við eilífa ást náði fyrirtæki að stjórna markaðnum og selja síðan steinana sína á uppsprengdum verðum. Það var einmitt þessi markaðsherferð sem gerði trúlofunar og giftingarhinga svona vinsæla. De Beers hafði búið til nokkurs konar vegatálma fyrir hjónaband og gat þar með tryggt sér fínan ágóða fyrir komandi áratugi. Þó að demantar séu vissulega sjaldgæfari en margt annað sem finnst í jörðinni, þá er raunverulegt verðmæti þeirra í raun og veru ekkert annað en aldargömul sölubrella fædd af græðgi eins fyrirtækis. De Beers framleiddi bæði steinana sem og eftirspurnina. Það er því skiljanlegt að demantar urðu fullkomin afurð til þess að fjármagna stríðsrekstur. Mörg ríki í Afríku þar sem demantar finnast áttu þegar við spillingavandamál að stríða og jafnvel minnstu steinarnir geta skilað inn miklum gróða. Demantar eru líka ein auðveldasta afurð í heimi til að smygla. Þeir eru oft agnarsmáir og finnast ekki í málmlitatækjum. Greg Campbell, sem hefur skrifað mikið blóðdemanta, benti á að það er augljós ástæða fyrir því að það er ekki til neitt í heiminum sem kallast blóðtimbur. En hvað er verið að gera í þessu vandamáli? Eftir mörg blóðug stríð sem höfðu staðið yfir áratugum saman ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að skerast í leikinn og undirrita hið svokallaða Kimberley-ferli. Hugmyndin var að innlima nokkurs konar vegabréfskerfi fyrir hvern og einn demant og þar með var hægt að rekja uppruna þeirra. Þær þjóðir sem taka þátt í Kimberley-ferlinu verða að gæta þess að þeir demantar sem eru keyptir eða seldir fjármagni ekki skæruliðarhreyfingar. Lögmætt Kimberley-skírtinni verður síðan að fylgja öllum demantum sem fluttir eru úr landinu. Þetta kerfi var innlimað árið 2003 og hefur að sjálfsögðu hjálpað við að draga úr átakasteinum, en það er langt frá því að vera fullkomið. Vandamáli er ekki vilji þeirra til að stöðva blóðdemanta, heldur er það skilgreiningin á því hvað telst vera blóðdemantur. Stríðsglæpir tengdir demantum geta alveg átt sér stað án þess að skæruliðarhreyfingar hafi eitthvað með það að gera. Bara á undanförnum árum hafa voðaverk tengd demantum verið framin víðsvegar í Afríku og hefur Kimberley-ferlið oftar en ekki staðið á hliðarlínunum aðgerðalaust. Mannréttindasamtökin Global Witness greindu frá því árið 2010 að 2 árum áður í Zimbabwe hafði her Roberts Mugabe ráðist inn í Marange demantnámurnar og drepið yfir 200 merkamenn í þeim tilgangi að ná stjórn á svæðinu. Herinn neytti síðan heimamenn, börn meðaltalin, að vinna fyrir sig og á næstu árum flutti Zimbabwe 100 milljónir dala virði af demantum frá þessu svæði. Samkvæmt reglum Kimberley hefði átt að reka Zimbabwe frá ferlinu og banna allan innflutning á demantum frá landinu, en það var hins vegar ekki gert. Árið 2013 geisaði einnig stríð í Mið-Afríku lýðveldinu og fengu skæruliðarhreyfingar þar mikið af sínu fjármagni frá demantum. Námufyrirtæki í Angólu hafa einnig notað við málaliða til að viðhalda stjórn á námusvæðum, oft með pyntingum eða morðum. Þar sem hersöðingar í Angólu eru oft hluthafar í þessum fyrirtækjum hafa mörg þeirra fengið afnot af hermunum landsins. Það er því augljóst að þrátt fyrir átök Sameinuðu þjóðanna þá eru blóðdemantar langt frá því að heyra sögunni til. En spurningin er, hvar stendur Ísland? Í Kimberley-ferlinu eru 54 mismunandi þjóðir og er Evrópusambandið talið sem einn aðili. Ísland er hins vegar eina vestræna þjóðin sem er ekki þáttakandi að þessu ferli og hefur lítið verið gert til þess að breyta þeirri stöðu. Fyrir rúm ári síðan skrifaði ég grein þetta málefni og hafði ég þá samband við flestar skartgripaverslanir í Reykjavík. Í ljós kom að enginn þeirra gat boðið upp á upprunavottorð til að greina frá því hvaðan demantarnir þeirra koma. Flestir steinar virðast vera keyptir í Antwerpen og eini pappirinn sem fylgir þeim er svokallað GEA, Gemological Institute of America, flokkunarskírteini. Morgunblaðið greindi frá því árið 2007 að allir þeir sem seldu demanta hérlendis keyptu þá af viðurkenndum heildsölum erlendis. En þó svo að sölumenn á Íslandi treystu þeim aðilum þá skýrði það ekki alltaf uppruna vörunar. 90% af öllum demantum í heiminum eru slípaðir í einni borg, Surat á Indlandi.
og samkvæmt fréttablaðinu Times of India þá þriðjung af öllum þeim demantum smyglað þangað ólöglega frá Angola, Fílabeinsströndinni, Kongó eða Zimbabwe. Blákalda staðreyndin svo að blóðdemantar eru ennþá í umferð og á meðan heimurinn heldur áfram að hunsa þetta vandamál mun saklaust fólk halda áfram að þjást. Íslendingar hafa vissulega verið mjög duglegir undanfarin ár að berjast fyrir mannréttindum víðs vegar heiminn en þetta vígvöllur sem Ísland þarf að stíga á. Það ennþá von fyrir Kimberley-ferlið að takast á þetta vandamál en ríkisstjórn Íslands getur lítið aðstoðað ef þjóðin ekki einu sinni hluti af baráttunni.